Já, góða kvöldið og velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi. Það er 22. nóvember, bara rétt mánuð til jóla. Herðu, í kvöld ætlum við að ræða húsnæðismálin eins og við höfum verið að gera svolítið reglulega núna undanfarið og til að aðstoða mig í það að skilja húsnæðismarkaðinn og kannski fyrst og fremst leigumarkaðinn eru hingað komin Kolbrún Arna Vilhjálmsen sem sér leigjenda aðstoð Neytendasamtakanna. Og hér er líka Bjarni Þór Sigurðsson, hann er formaður húsnæðisnefndar ASÍ og ég held líka húsnæðisnefndar VR. Þannig að þetta er maður með tvær húfur en skildar þó. Og Vilborg Bjarkadóttir sem er formaður stjórnar samtaka leigjenda, verið öll velkomin. Ástæðan fyrir að ég bað þig að koma hingað, Kolbrún, var að mér langar að heyra aðeins hvaða erindi það eru sem að leigjendur eru að koma með inn í leigjendaaðstoðina. Þið eru með samningu við félagsmálaráðuneytið að halda þessu úti 2 daga í viku. Ég hef svo gert grín að þessu að þetta er lítil aðstoð stjórnvalda við leigjendur. En þetta er eitt af því sem að stjórnvöld þó gera, þannig ekki að vera að kvarta yfir því. En hvað er það, ef ég myndi spyrja, hvað er svona algengasta umgötunarefnið sem að leigjendur koma með til ykkar? Já, bara ég ætla að byrja að þakka fyrir að bjóða mér. Helstu umkvartanefnir eru tryggingar, skil á tryggingum, hvort það þurfa að greiða tryggingu, ástand og viðhald, uppsögn, riftun, skil á húsnæði, leiguverð, gerð leigusamnings, leiguhækkun á samningstíma. Þetta er svona stærstu. Ok, ef við förum aðeins yfir þetta, við byrjum á tryggingarfjárhæðinni. Ég pröfaði að setja það inn í það inn á Facebook umræðuhópur leigjenda, pröfaði að spurja fólk að því, hafið þið lent í vandræðum með að fá endurgreidda trygginguna og svörin voru svona alltaf nema einu sinni, þá var það ekki vandamál. Og í hverju felst á ágreiningurinn? Er það þannig að það er verið að halda tryggingunni tilbaka eða eru það að leigjendur hafa einhvern veginn ólíkar hugmyndir það hvort að eigi að greiða hann eða hvort að setja taka hana upp í það að mála íbúðina og þar fram til götunum? Eiginlega bara allt af þessu. Það er oft á tíðum telur leigjandinn að hann fái greitt strax og heldur að leigusali sé að vanamla við sig ef hann greiðir ekki strax og hann fluttur út. Leigusalinn hefur 4 vikur til að skila tryggingafénu eða gera skriflega kröfu í það. Þannig oft er þetta bara einhver svona misskilningur eða vanþekking líka hjá leigusalanum. Hann telur ofta að þurfa að skila húsnæðinu vissu ástandi og þá kemur upp ágreiningur, svona smotterís, notkun á húsnæðinu, rispur hér og þar og eitthvað svona telur leigusali jafnvel vera mikið tjón, þurfa bara að skipta út öllu parketinu og það kemur ágreiningur upphæð. Það getur verið bara alls konar misskilningur sem kemur upp sérstaklega kannski ástandi á húsnæðinu þegar verið að skila því. Það er svona helsta ágreiningsefnið. Þegar er svona ágreiningur og þið komið inn í hann, hverjar eru lyktirnar? Myndirðu segja að væri oft sem að þið getið aðstoðað leigjendurnar við að fá peningi tilbaka eða eru þið að fá leigjanda til þess að sætta sig við að hann sé búinn að tapa þessu peningum? Nei, alls ekki. Ég myndi aldrei ráðleggja leigjanda að sætta sig við það, bara engan veginn. Oftast felur okkar ráðgjöf í bara því að við leiðbönum á samkvæmt lögunum, bara að leigusalinn hafi þennan tíma til að gera skriflega kröfu. Ef að leigusalinn hringir og segir þú varst faldur og rosa tjón og færði ekki tryggingarnar tilbaka, að einmitt panika ekki því að leigusalinn þarf að taka viss skref samkvæmt húsaleigulögunum og ef hann fylgir þeim ekki þá til dæmis bara missir hann réttinn til þess að gera kröfu í tryggingaféð. Einnig höfum við farið núna, eins og þú nefndir, við erum með samningu í félagsmálaráðuneytið, nú erum við inn í samningnum milliganga, þannig nú getum við hringt í leigusala, farið í þessa milligöngu, útskýrt hans réttarstöðu leigjenda og oftast leysast málin þannig og í verstu tilfellunum þá fer málið fyrir kærunefnd húsamála og miðað við hvað hringja margir og mikið af málum þá þetta ekkert rosa mörg mál sem enda þar, þannig að oftast leysist þetta bara á mjög farsælan hátt, en svo eru líka bara oft tilfelli þar sem að hvorki er skýr réttur eða hann skýr en leigjandinn þarf jafnvel að borga hluta tryggingafénu, leigusalinn á rétt á kannski hluta eða riftinu og slíkt er ræða.
Þannig það er raun og bara skýra réttarstöðuna fyrir fólki og bara númer 1, 2 og 10 að reyna að komast að einhverju svona málamiðlun, þannig ekki að ég myndi aldrei ráðleggja leigjanda að fyrirgera rétti sínum til tryggingar en að neitt líkt, aldrei. Nei. En segðu mér áður en ég spyr næsta atriði, mikið hringt í ykkur? Þeir eru með opið, held ég, svona 2,5 tíma fyrir hádegi og 2,5 tíma eftir hádegi, eitthvað slíkt, 2 daga í viku. Hringir síminn launalaust? Já, það suma daga sem hann þannig og við erum, ég stjórnandi leigjendaaðstoðarinnar, svo annar starfsmaður hérna sem var með hann á undan, þannig að við erum með backup og svo erum við líka með laganema, þannig að við höfum verið að dreifa álaginu. Einnig erum við með póstur@leigjendur.is og svo ennþá verið að senda á bara Neytendasamtökin pósta, þannig að það eru líka rosa mikið af póstum. En við vorum að auka tímann, sjá hvort að álagið dreifist meira og svo ætlum við bara að taka tölur og sjá hvort þessi þarf að því að auka hann meira. Ok, en ef ég held áfram með listan, ef ég man rétt sem hún sagði, að næst komi ágreiningur viðhald. Í hverju felst það? Það Er það frá því að húsnæði svona á mörku þess að vera íbúðarhæft út af að það virkar ekki eitthvað eða er þetta mygla eða gefðu okkur dæmi ágreininginu? Það algjörlega allir gangur að því. Þetta allt frá því að vera bara ógeðslegt af myndum allavega svona sem að myndum að dæma yfir því að vera bara smottir bara sýrensli í klósti. Þetta bara rosalega misjafnt bæði hvernig leigjendur taka þessu og hvernig leigusalar bregðast við. Hvor ber ábyrgð á sýrensli í klósti? Leigusali eða leigutaki? Rosalega takmarka sem að leigjandi ber ábyrgð á. Það að hreinsa niðurföll, bara í sturtu og vaski og annað slíkt. Það að setja batteri í reykskynjara og ljósaperur. Allt annað nema það sé samið skylda leigusala. Þannig að maður getur hringt í leigusalann ef það bílað stormjárn eða... Já, algjörlega. Það bara allt viðhald innan sem utanhús á ábyrgð leigusala nema annað sé samið í leigusamningum. Það heimild til þess. En það þarf að vera mjög skýrt. Það ekki bara allt viðhald. Það þarf að tilgreina nákvæmlega hvaða viðhald það Ok, næst kom að með minnir leigufjárhæð og það engin takmörk fyrir því. Ég geti rukkað þig 7 milljónir fyrir takkir í íbúð að ég vill. Það engin sem bannar það ef að þú þiggur það. Já. En hækkunina, en ef ég myndi ákveða að hækka húsaleiguna sem ég leigið 150 skall upp í 300 skall, tilkynnaði bara áramótin, ætla að hækka upp í 300 skall, hvað þetta að gera því? Þá þurfum við að skoða hvernig samningast með. Ertu með ótímabundinn samning, þá hann bara, gildir hann bara upp að hann hefur ekkert endir nema annarkur aðeins segja upp. Þá ekki heimilt að hækka leigun á leigutíma nema leigjandi samþykki það. Ef hann hafnar hækkunni, þá þarf leigusali að segja honum upp, gera nýjan samning og hækka leiguna. Ef þetta tímabundinn leigusamningur, þá þarf að bíða þá til hann rennur út til þess að gera nýjan samning og hækka þá leiguna. Svo náttúrulega samningar sem þá tengdir vísitölu neysluverðs eða örsaldabyggingavísitölu og þá þarf það að vera mjög skilgreinilegt hvort það sé árleg hækkun eða hvort það taki mánaðlegum breytingum. En það ekki orðið algengara núna því að í lögunum lengist frestur eftir því sem að fólk lengur í húsnæðinu og þá minnir mig að þá hafi bara margir leigusalar svissað yfir í tímabundna samninga þannig að ég geti verið í einhverju húsnæði sem væri bara endurtekin eins á samningur aftur og aftur. Þetta tvílega spurningar, þetta ekki algengt og líka ef þannig að ég sé búin að leigja í 7 ár alltaf með eins á samning byggist virkilega ekki upp uppsagnarfresturinn eins og það myndi gera ef þú hefur ráðin í vinnu með svona og ráðin með alltaf bara tímabundi í einu að þá er litið framhjá þig og talaði að þú sett að fara framhjá lögunum með því að gera það. Á það ekki við leigumarkaðinn? Lögunum var breytt. Þú varst að vinna þér inn lengri uppsagnarfrest. Svo lögunum breytt 2016 þannig að núna sem sagt þú ert ekki betur settuð með ótímabundinn leigusamning því að það bara eins og lögin segja 6 mánuðir að beggja hálfu á íbúðarhúsnæði en íbúðarhúsnæði telst hvert að húsnæði þar sem fjölskylda getur átt venjulega heimilisstafstöð hafi leigjandi eftir íbúðarhúsnæðileigu lengur í 12 mánuði skal uppsagnarfrestur á hálfu leigusala vera 12 mánuðir sé að ræða lögaðila sem í atvinnuskyni leigir út viðkomandi húsnæði þannig að ef þetta bara einstaklingur að leigja út þá ertu ekkert með lengri uppsagnarfrest 6 mánuðir.
En lögaðili sem væri þá heimavellir eða hvað heitir í dag, að það lengri svona sem þar? Já, þá það 1 ár. Það langt flesti leigja hjá einkaaðilum. Ég held að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var með það var einhver starfsmaður þessi í útvarpinu daginn að var að segja, ég held að það veri 60% pluss sem að væri að leigja af einstaklingum. Já, ég bara get vel segja það sé rétt. Og svo við höfum ekki neina tölulega skrá, en bara með við símtölin sem við fáum, þá flest öll símtöl frá leigusölum sem eru bara einstaklingar. Já. Herðu, en Kolbrún, má ég spyrja það einu að þegar þú vinnur við að hlusta á leigjendur sem eru að rekja raunir sínar að mörgu leyti. Upplifir að þessi hópur sé svona svolítið barinn, hann hafi svona óljósar hugmyndur rétt sinn, að hann sé með svolítið svona lífið í lúkunum, hann sé svolítið háður því að styggja ekki leigusalan. Upplifir að þetta sé svona, að þessi hópur hafi svona einkenni þeirra sem að hafa lengi þurft að búa við svona kúgun og undirokun? Sko, ég held náttúrulega alltaf því að áttar það ekki á réttarstöðunni og hvaða úrræði þú hefur, þá ertu veikari aðilinn í samningssambandi. Þannig að oft á tíðum þegar fólk hringir inn og jafnvel bara grátandi þegar hringir, að þegar samtalið búið og maður búin að útskýra fyrir þeim að það eru lög, það eru viss skref sem hægt að taka, það aðstoð og úrræði og kærunefnd húsamála og annað slíkt, og þá fólk oft, mun bara glaðara og sáttara og bara líður mun betur, því að réttarstaðan alveg til staðar. En náttúrulega þú veist ekki af henni. Og það dálítið það sem að mér finnst oft vanta þegar fólk hringir inn og það bara panika því að það búið að segja upp og þau ætla ekki að borga seinasta mánuðin því að þau eiga tryggingu inni hjá leigusalanum og maður reyna að segja við þau bara nei, ekki gera það því að þetta bara helsta riftunarúrræði leigusala vangreidd leiga. Og þau bara byrjuðu hvernig á ég ná tryggingunni tilbaka ef ég farin. Þá einhvern veginn bara slitnar í þeirra huga bara þetta svona jafnvægi að þau sitja í húsinu og hann hefur trygginguna. Þannig að, já, ég held að fólk á... Það fyrir ekki þau. Bara að því að þú tókst þetta dæmi, þá var ég að velta fyrir mér að fólk sem í þessari stöðu, líklega í þeirri stöðu að það þarf að eiga fyrir tryggingu í næstu íbúð. Þar af leiðandi tryggingin sem kannski 3 mánuðir sem lögðu fram í íbúðuna sem eru að missa, getur verið bara eina sparifé sem það eiga? Algjörlega, og við fáum alveg þessar spurningar og þessa athugasemd bara já, ekki tryggingu fyrir næstu íbúð. Og í raun og veru það ekki eitthvað sem að ég get leyst eða fundið leið til þess að leysa, en oft á tíðum reyni ég bara að koma á einhvers konar sambandi, skilningi á milli leigjanda og leigusala og jafnvel að hittast og fara bara fram formleg úttekt á eigninni og hvort það sé þá hægt að skila tryggingafínu fyrir, því að þetta náttúrulega bara vera sem vangreidd leiga og það ætti nú að liggja alveg ljóst fyrir þegar aðilinn að flytja út og svo tjón. Og auðvitað getur þetta alveg verið þannig að það bara ekki tími til að meta tjónið, það þarf lengri tíma, en oft á tíðum þegar það bara liggur fyrir að það ekkert tjón og allt bara í fínu, þá þessi tryggingafé skilað miklu fyrir það. Leigusalinn ekkert að nýta sér alltaf þessar 4 vikur. En af hverju kaupir ekki bara leigusalinn sér tryggingu fyrir af hverju var það ekki hluti af leigunni og svona? Það gerist þegar ef ég leigi með bílaleigubíla þá það bara hluti af leigugjaldinu einhver svona trygging. Ég þarf ekki að borga eitthvað 3 mánaða leigu á þessu bílaleigubíl svona til öryggis. Þetta ekki, af því að þetta yfirleitt sko, allavega ég segi ekki fátækastafólki á Íslandi, en að fátækastafólkinu á Íslandi allt á leigumarkaði og það alltaf að leggja fram þess að 3 mánaða fólk sem á ekki fyrir mat út mánuðin, sko, það alltaf að vera að rukka það einhverja 3 mánaða leigu. Já, ég skil alveg punktinn og þetta bara eitthvað sem alveg vert að skoða. Ég skil alveg sem einstaklingur sem kannski á leiguíbúð og að leigja nú, því aðstæður leigusala náttúrulega líka alveg rosalega mismunandi. Sumir að gera þetta bara hreinlega í atvinnuskyni en aðrir bara, jafnvel bara fólk sem að kaupa sér, fer í nám, flytur eitthvað annað. Það þarf tryggingu fyrir því að eignin þeirra sé ekki skemmt. En af hverju leigusalinn ekki standa undir því? Myndi það ekki bara skila sér aftur í leiguverðið? Ég hreinlega bara veit það ekki, ef ég var að segja alveg eins og
Ég veit ekki, þetta bara spurning þetta svona cashflow spurning, hvar þetta ná í peningin og þetta ná í þeim sem eru fátækastir? Það hæpið finnst mér. Sko, það alveg allt önnur umræða, bara hvers konar framboð á húsnæði og hvað það kostar og annað slíkt. En almennt held ég að það sé ekkert verið að svindla á fólki og það ekkert auðvelt að svindla fólki með trygginguna eða leita réttar og það veit hvaða leiðir það getur farið. Þá ertu að fá þína tryggingu og það er alveg þröskuldur sem leigusali þarf að stíga dálítið hátt yfir til þess að geta sanna tjón. Það þarf að hafa farið fram úttekt fyrir leigu og það þarf að fara fram úttekt eftir leigu og þetta má ekki vera einhliða úttektir sem hann framkvæmir. Þannig að þú þarf að geta sanna tjónið þitt. Þannig að það er ekki nóg að leggja fram pröfuna, sko. Ok, leigjendur ef að þeir eru ykkur vafa réttarstöðu ykkar og réttindi, þá geti ykkur til þess að hafa samband við Neytendasamtökin, leigjendaaðstoðina sem er opin á þriðjudögum og fimmtudögum ef ég man rétt, bæði fyrir og eftir hádegi, þið sjáu það betur inn á leigjenda.is og svo er líka lögfræðinemar í háskólanum, félag þeirra Órator með ókeypis lögfræðiaðstoð á þriðjudagskvöldum ef ég man rétt. Þið getið séð það til dæmis inn á umræðuhópi leigjandinn á Facebook. Þar posta lögfræðinemarnir reglulega og kynna það. Það er ókeypis þjónusta meðal annars fyrir leigjendur. Og þar kemur fram að þeir veiti nafnleynd og annað slíkt, svona örugg samskipti að leggja lögfræðinemendurnir áherslu á. En Bjarni Þór, þú ert í húsnæðisnefnd ASÍ og VR og eins og kannski komið aðeins fram í samtali mínu við Kolbrúnu, þá er þetta kannski sá þáttur sem að lemur helst niður lífskjör launafólks og sérstaklega þeirra sem eru á miðlungstekjum og undir því, það er aðstaðan á leigumarkaði og óöryggi sem að því fylgir. Hvað er þetta stór hluti af stéttabaráttunni í VR og í Alþýðusambandinu að laga húsnæðismarkaðinn og leigumarkaðinn? Við teljum allan margir og ég tel að þetta skiptir verulega miklu máli. Þetta er vegur þungt í þingjum að þetta vilda vestur sem hefur verið á húsaleigumarkaði og ég er búinn að skipta mér af þessum svona leigumálum. Ég hef haft áhuga mjög lengi en alveg svona eiginlega frá 2010-11 og þá var svona umræð svona hvort að verkefnishreyfingin geti einhvern veginn komið að þessum einhverjum hætti. Ég held að það sé erfitt að treysta nokkurum öðrum fyrir þessu verki. Það hefur bara sýnt sig að einhvern veginn og svona árið 2016 þá voru sett lög styrki til uppbyggingu á leigukerfi sem bjargar meðal þátttakandi í. Og ég held að það er bara skipt meginmáli. Ég held að það sé eitt svona stærsta framfaraskref sem hefur gerst í húsaleigumálum á Íslandi bara síðan að verkamannabústaðakerfið var samþykkt kringum 1930-40. Þetta er lög almennar íbúðir sem var ekki hluti af kjarasamningnum 2015. Má rekja það til umræðuna húsnæðismálin af VR, heldur það? Já, ég held það allavega menn fóru að þrýsta á þetta og ASÍ fóru að gera það og lengi voru við var ASÍ að velta fyrir sér með stönsku leiðinni sem meira minna gekk út á það að fá fjármögnun á húsnæði og einhvers konar það er svona eins og húsbréfakerfi en og það er svo sem allt annað umræðefni og hægt að tala reynda lengi það en okkar verkefni hér í dag er að fjalla húsnæðismál. Já, ég held að við í VR við fórum að kölluðum til formenn stærstu stéttarfélaga landsins og á þessum árum, kringum 1914-15 og fenguð þá til liðs við okkur og síðan var sennilega eftir kosninga í ASÍ 2013 þá fóru menn að leggja mikla áherslu á þetta
og lögin unnin til Eyglóar Harðardóttur og eru og þetta hafði ASÍ aðkomu að þessu lögum og gat komið með input í þau. Ég man nú eftir þetta var akkurat verið að klára þessi mál þegar íslenska landslið var að fara að keppa í Evrópukeppni í Frakklandi og ég man sjálfur var komin til útlanda og maður var í svona símanum og það munaði bara alls ekki miklu að þessi lög bara alls ekki sett og það myndi því að þá Bjarg hefði allar nettóri til á þessum tíma og það voru ekkit frekar svona harðir kapitalistar sem voru á móti þessu heldur, voru þetta líka félagshyggju eða einstaklingar innan þeirra sem sáu svona ýmsa vankant á þessu. Já. En þó að allir vilja kveðið hafa í dag að Bjarg sé svona eitt af jákvæðasta sem hefur gerst á íslenskum húsnæðismarkaði síðan Guð má vita hvenær. Þá þetta fáar íbúðir. Það ekki búið útluta nema 500 íbúðum og það ekki, það eru 30.000 heimili á leigumarkaði, þannig að það bara rétt innan við 2% sem er Bjarg og ef við tökum allan markaðinn 120.000 heimili cirka þá Bjarg kannski 0,4% markaður. Þarf ekki bara að gera miklu meira en Bjarg og annað ef ég má vera með svona tvíliða spurningu. Það hefur líka verið gagnrýnt við þetta borð að það er svo þröng skilyrði að fá útlutað íbúð í Bjarg að það væri eiginlega að þetta var alltaf hægt að kalla þetta almennar íbúðir því að þú þarft að vera á svo rosalega lágum tekjum til þess að fá útlutað að hvort það vantir ekki raunverulega húsnæðisfélag sem líkara dönsku fyrirmyndunum þar sem að alls konar fólk getur leigt með þessum kjörum. Kannski fyrir hlutin það sem snýr að Bjargi að þá eru búið að útluta 530 íbúðum. Það eru 630 íbúðir í einhvers konar byggingu, eða 365 mann rétt sem eru í byggingu og síðan eru 265 sem eru á einhvers konar ferli. Þannig að samtal gerir þetta hvað með 260 íbúðir. Ég algjörlega sammálaður að það ætti að gera þetta miklu betur. Það eru samt sem áður fleiri sem eru að sækja styrki eða sækja í það úrræði sem þessi lög kveða á það að segja stofnstyrki, þannig að ég kannski skýri það lítið út að stofnstyrkir eru samanstanda af 18% framlagi frá ríki og 12% framlagi frá sveitarfélögum, oftar en ekki í einhvers konar lóða, þessi innborgun og lóðir og svo framvegis, og þetta ber að borga síðan eftir einhver 40 ár. En þetta eru 30% sem eru svona, þú veist, í raun og veru það eigið fyrir sem hægt að starta með. Frá því að fara úr núlli, engar íbúðir, þá auðvitað er það betur en ekkert, en það má auðvitað gera miklu meira. Og takmarkandi þátturinn þessu, það þá framlög frá ríkinu inn í þennan málaflokk. Og það var í kjölfar síðustu kjarasamninga að þá var lofað 2 milljörðum sem viðbúta stofnframlög inn í kerfið 2020 til 2022 og átti að vera fyrir 800 íbúðir. Ég ekki alveg nákvæmlega vissu hvað það stendur en þetta fór inn á ríkis fjármálaáætlun þannig að þetta má segja sé efnt. Ef varðandi hilspurningin var það var hvort að þetta svo fáar íbúðir að þá eru skilyrðin til þess að fá útlutað íbúðarna, leiguíbúð. Það eru svo þröng. Það eru bara fólk með alveg fáránlega lágar tekjur sem kemst þarna inn. Þannig að þetta ekki til svona bata húsnæðismarkaðinum fyrir svona fólk með svona miðlungstekjur og svona, niður í bara lágar tekjur því að þú þarft eiginlega að vera bara á bara lágmarkslaununum berum til þess að fá inni í Bjarg. Þetta alveg hárrétt og þetta ekki félagslegar íbúðir í raun og veru, heldur þetta íbúð fyrir fólk á vinnumarkaði. En það eru dæmi það sem eru alveg sorgleg dæmi að kennari í fullri vinnu með 3 börn á framfæri með of lágar tekjur til að komast inn í Bjarg sem
og já, þetta auðvitað bara stórt vandamál og þarna hefur ekki fylgt með svona hljóð og mynd hjá löggjafanum að breyta eða öllu heldur ráðuneyti að breyta þessum lágmarkslaunum eða hámarkslaunamarki. En það þetta að vera breyting á þessu. Ég held að flestir eða mjög margir hafa heyrt svona hliðarverkefni Bjarg sem Blær, sem líka Blær leigufélag sem hugsað sem almennt leigufélag eins og komst inn á eins og þau félag sem til í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi og víðar. Og þetta félag, það verður ekki tekið tillit til einhver svona launa takmarkana eða það ekki alltaf takmarkandi þáttur. Þetta félag eigu BSB og ASÍ og hefur fengið úthlutað 40 íbúðum eða lóð fyrir 40 íbúðir og sem menn eru svona að byrja að vinna við að bæða hana og ekki síst að í rauninu eru að forma þetta félag. Hvernig á þetta félag að líta út, þetta Blær, með hvað hægt á úthlutið í hvað gerist ef þess að félag hættur og framvegis, þannig að það er verið að vinna í samningum þessa félags og það er búið að kjósa stjórn og það er formaður í þessu félagi Ragnar Þór Ingólfsson og ég bind mikla vonir við þetta auki við þar að segja íbúðir og þetta hugsahóttur sem harmonika. Þessar 41 íbúðir VR kemur til að fjármagna þessi eigi féð inn í þetta og þessar íbúðir verða hugsaði fyrir VR-félag. Síðan getur það Efling komið eða Öryrkjabandalagið eða félag eldri borgara og allir unnið í þessu sama módeli og nýtt sér þetta þróunarfélag sem hefur orðið til innan Bjargs þróun og hönnun á íbúðum og síðan framkvæmd á því að byggja þess. Þannig að Bjarg hefur ekki lent í einhverjum svona auka reikningum og fleiri eru gerðir samningar svona törnkinsamningar þar sem menn setjast niður, verktaki, verkfræðistofa, arkitekt og síðan verkkaupin þar sem Bjarg og hanna íbúð sem á að kosta þetta og svo bara ekki tætt fyrir að það tekst. En þú nefndir áðan að hefði tekist að koma Bjargi á í samningunum 2015 held ég og síðan viðbót í hinum svoköllu lífskjarasamningum 2 milljarðar sem allavega er hægt að finna einhvers staðar í ríkisfjármálaáætlun og það sé kannski ekki alveg ljóst hvort að það er ekki alltaf sem að hlutinni sem eru þar séu raunverulega komið til útöldunar. En það er eitt sem að stjórnvöld sviku í samningunum sem að var einmitt að setja lög húsaleigumarkaðinn til þess að auka öryggi leigjenda og meðal annars var inn í þeim hugmyndum svokölluð leigubremsa sem að myndi verja leigjendur fyrir því að húsaleiga hækkaði allt of mikið. Hvað ætlar húsnæðisnefnd ASÍ að gera í þessu ef að það er að koma næstu samningar og ríkisstjórnin hefur ekki ennþá staðið við loforðinu frá síðustu samningum? Já, menn eru skammaður við sendum ríkisstjórninni og yfirvöldum tónin reglulega og ég þetta er alveg hárrétt en menn eru tilbúið með lög sem einhvern veginn bara pössuðu ekki inn í prógrammi hjá ríkisstjórninni og eða komist ekki gegn á Alþingi, þótt ekki nógu merkilega eitthvað. Auðvitað eru við ekki ánægð með það og það verður auðvitað bara hjólað í hjólum auðvitað bara ríkisstjórnina út af þessu. Hlutverkastar húsnæðisnefndar ASÍ, það er að fjalla húsnæðismál, fjármögnun og félagslega húsnæðiskerfið og almenna húsnæðiskerfið og þetta séreignar fyrirkomulag. Ég held að það er einhvers konar lofur í gangi en að drífa þessi lögastað og þetta er þetta bara til háborunnar skammar að það sé ekki búið að klára þetta mál og fleiri. Mér finnst einhvern veginn meira, það er einhvern veginn ekkert mál að breyta lögum og setja reglugerðir það að fólk getur nota sína eigin peninga, það er lífeyrissparnað og gert hann í raun og veru aðfararhæfan að lögum
með því að þú getur notað hann til þess að fjármagna íbúðir og fyrst og kaup til dæmis, en svo þegar kemur svona að svona réttindum leigjanda, að þá einhvern veginn miklu erfiðar að fá menn til að að grípa til aðgerða. Og bara Hvað heldur það sé? Ég held að það bara ekki vilji hjá þessari ríkisstjórn til þess Heldur að ráðherrarnir líti á leigjanda sem svona mislukkaðan húseiganda og það sé svona fólk svona sem að geti sjálfur sér að kennt? Ég skal ekki segja til það má vel vera, en ég held að þessi hluti sé að breytast og meira þess að í nýrri könnun húsnæðis og mannvirkjastofnunar þá kemur fram að það einhver breyting úr 7% upp í 12 eða 5% sem segjast vilja frekar kjósa að leigja heldur en að eiga íbúð að sjálfstöðum. Þetta eru verið að gera kannanir alveg 8 og 10 það hvort viltu eiga eða leigja, og þetta vilja flestir eiga út af því að húsnæðismarkaðurinn hann svo óskilvirkur og ótryggur. Ég held að það skipti alveg höfuðmáli að auka rétt leigjandans, það skiptir alveg gríðarlega miklu máli og ég sé dæmi til þessi bara í Svíþjóð, það ekki hægt að hækka leiguna með samþykki leigjendasamtaka og það ekki nefnilega hægt að þó að sé skipt þak á húsinu að þá ekki nefnilega eða gler eitthvað slið, þá ekki nefnilega hægt að hækka leiguna, en aftur móti ef breyting á innviðum, lestarstöð opnar eða eitthvað rétt hjá, að þá miklu þá komin forsendur fyrir að hækka leyfa hækkun á leigu út af því að fólk sem getur sparað sér auka bíl. Þú ert búin að starfa innan verkalýðshreyfingarinnar í mörg ár og hefur sérstakann áhuga á húsnæðismálum. Telurðu að húsnæðismál séu, hvað við segja, veigamesta kjaramálið kannski? Stjórna mestu hver lífskjör fólks eru? Já, ég tel það eitt af það almikilvægastu því að þetta snýst ekki bara peninga, þetta snýst líka svona ákveðið öryggi, þetta húsnæðisöryggi, að fólk sé ekki að flytja með börnin sína milli hverfa eða skóla sem alls konar, sem getur verið orsök svona ýmiss konar vandamála. Þannig að ég held að húsnæðisöryggi og leiga á sérkjálegu verði skiptir greiðlega miklu máli. Og við Bjarg, ég var nú satt með stjórn Bjargs frá upphafi og það var ekkert gríðarleg kátína meðal annarra leigusala á Íslandi þegar að Bjarg lækkaði leiguna út af því að út af hagstæðri fjármögnun á lánsfé. Þannig að og það var þessi lægri vextir þeir eru látnir renna í vasa leiganda. Og mínum að leigufélög fóru ekki á dæmingar. Leigufélög fóru ekki á dæmingar. Nei, þú veist til dæmis félagsbústaðir sem skerði ekki. Þeirra fjármagna sjálfa sig á svipuðum kjörum og við. Einmitt. Herðu, nú ætlum við að heyra í henni Vilborgu Bjarkadóttur sem að sendi grein inn á Vísi sem ég hvet ykkur til þess að kíkja á. Það eru skoðanir inn á Vísi sem heitir 10 kröfur leigjenda á Íslandi. Þetta eru kröfur sem stjórn samtaka leigjenda að setja saman. Hvað þetta eru, ég veit ekki hvort þetta séu, ég veit ekki hvort að maður kallar þetta séu róttækar tillögur eða ekki, því að flest af þessu raunverulega það sem er umgjörð leigumarkað í nágrannalöndum okkar, en ég veit ekki, finnst þér þetta er þetta róttækt hjá ykkur í samtökum leigjenda, Vilborg? Nei, mér finnst það ekki. Þetta róttækt með hvað hefur verið í gangi í íslensku samfélagi. Viðtekinn venja hvernig leigumarkaðurinn hefur verið, hann mjög villtur í aðra áttina. Þannig að þegar við erum bara, þegar eitthvað rugl í rauninni samfélagslega viðurkennt, þá þykir þetta vissulega róttækar aðgerðir. En það í rauninni búið að vera viðurkennt að hér ríki bara trylltur leigumarkaður. En við viljum að hann verði skoðaður og endurskoðaður og settur
í allt annað horf. Við lítum svo á að hann í rauninni, kröfunar ekki róttækar í raun og veru, heldur það leigumarkaðurinn sem sjúkur. Þannig að það svona... Það er gríðarlegur fjöldi heimila, það talað um þessu 30.000 heimili á leigumarkaði. Þar að veru 60%, það veri þá svona 18.000 til eða frá, þetta svona grófar tölur byggt á könnunum sem að vera að leigja hjá einkaaðilum og svo náttúrulega leigufélögin eins og Alma og Heimavellir og alls konar svona smerri leigufélög sem eru þar, þannig að það kannski 20.000, 22-3.000 mann sem eru á svona hinum svo kallaða almenna leigumarkaði. Kannski þetta fólk, þegar Bjarni var að lýsa það sem að þeir sem að komast inn á bjarg, sko, þeir þurfa að hafa mjög lágar tekjur. Svo ertu með fólk sem með hærri tekjur en það þangað til að þú færð greiðslumat. Þannig að þarna á milli kannski klemdur mjög stór hópur fólks svona sem að eiginlega, hvað við segja, kasta fyrir ljónin, getur ekki verið á einum svona vendaða leigumarkaði, nær ekki að fara inn á eignamarkaðin þar sem að getur keypt sér og eiginlega sent í svona viltan leigumarkað. Þetta stór hópur. Já, þetta stór hópur og mér finnst líka í þessari umræðu stundum svolítið skrítið að við séum í raun alltaf að tala að við þurfum að búa til leigufélag sem fólk sem eingöngu hefur óbúslega litlar tekjur, nánast engar, að þetta sé eina. Vegna þess að erlendis það ekki þannig. Það eru bara opinber leigufélög sem hver sem getur leigt af og þá það þessi opinberu leigufélög sem stjórna verðinu og þá getur ekki bara hver sem leigir út leigt okurleigu. Þannig að þetta heldur auðvitað leiguverðinu niður að það opinbera stigi náttúrulega fastar niður og þetta sé ekki bara eitthvað svona takmarkaður fjöldi örfára íbúða, auðvitað framlag bjargs bara ómetanlegt og bara frábært, en það bara dropi í hafið því miður. Auðvitað þurfum við einhvers staðar að byrja, en það á auðvitað að vera það sem koma skal. Og þú veist, þegar maður einmitt, eins og ég sagði, þú veist, ég hef sjálf bara reynslu af því þegar ég var í Berlín. Ég þurfti hvergi að gefa fram hverja voru mínar tekjur, heldur gat ég valið hjá hverjum ég vildi leigja og ég valdi opinbert leigufélag. Þannig að, og markmið þessa leigufélags að byggja nægilega mikið þannig að það verði nóg af leiguhúsnæði handa fólkinu. Og það bara það sem tíðkast í Berlín og þetta ekkert eitthvað svona, þetta ekkert einstaka leigufélög, þetta bara fullt af svona leigufélög. Þannig að þetta bara allt annað svona landslag. En ef við förum yfir þessa punkta, þá heimili grunnþörf og mannréttindi, þetta nú bara í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Allir eiga að hafa aðgengið á ódýru og öruggu húsnæði, þetta held ég sé í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna félagslegt réttlæti. Húsnæði hluti af innviðum samfélagsins, ekki markaðsvara. Það held ég bara almennt viðurkennt. Tryggja þarf að nægt framboð á ódýru og öruggu leiguhúsnæði. Þetta gert alls þar í kringum okkur. Íbúðarhúsnæði þarf að vera íbúðarhæft. Það bara, held ég, ekki sem getur mótmælt þessu. Setja þarf þak á hversu dýr húsalega getur orðið. Þarna kannski komin í svona einhver ágreiningur. Það hefur verið haldið fram að þetta leiði til þess að verði minna af húsnæði í boði. Það svona nýfrjálshyggjulegur aukinn. En það leiguþak í New York og í Berlín og víða í Þýskalandi. Þannig að þetta nú kannski ekki eins róttækt og mann getur haldið. Banna þarf hækkanir á húsaleigu umfram hækkun á kostnaði leigusala. Bjarni var að vísa í þetta í Svíþjóð, þar sem að það þarf að vera rök fyrir hækkun á leigu. Það má ekki vera umfram það sem kostnaður þess sem að leigja út. Það voru líka verið að samþykkja svona leigubremsur í St. Paul í Bandaríkjunum í svona almennum kosningum þar. Það líka eru svona leigubremsur í Kaliforníu og víða í Bandaríkjunum, þannig að þetta nú ekki kannski svo frumlegt. Svo kemur hækka ber húsnæðisbætur og vísaði til þess að það alþjóðlega viðmið að segja að húsnæðiskostnaður ætti ekki að vera meira en 25% af ráðstöfunartekjum og þessi íþyngjandi húsnæðiskostnaður ef það fer yfir 40%. Leigjendur eru þannig að leggja til að það verði hækkað og miða við þetta að enginn þurfi að vera með íþyngjandi húsnæðiskostnað. Þetta nú bara byggt á svona alþjóðlegum viðmiðunum. Það var í Ólafur Margeirsson var inn í þættum daginn og hann sagði að húsnæðiskostnaður í leigjenda í Sviss væri 24% af ráðstöfunartekjunum. Ég býst við að íslenskir leigjendur myndu nú bara svitna yfir, heyrðu það,
þeir ættu möguleika á því að geta gengið inn í slíkan markað. Það markaður sem mjög, þar leigubremsur og það mjög svona reguleraður markaður. Það haldið utanum þetta, þú átt ekki að vera inn á húsnæðismarkaði til þess að braska, þetta fyrst og fremst markaður fyrir stofnanafjárfesta og þá sem að horfa á að lága fjárfestingu til mjög langs tíma. Svo kemur notabene lögreglugerð eftirlit opinber framlög og skatta til að hemja húsnæðismarkaðinn og svo styrkja þar réttindabaráttu leigjenda. Hvað ef ég má svissa yfir til Bjarna núna, ég veit ekki hvort þú hafi lesið greinina eða hvort þú hafi náð þessari hröðu upptalningu mína. Er þetta eitthvað sem að húsnæðisnefnd ASÍ gæti skrifa undir? Já, sjálfsögðu. Og eitt af þessum málum þetta eins og kemur fram bara eins og í Berlín til dæmis sem fjárfestar hafa verið að kaupa upp íbúðir og hækka leigu, að þá er ekki rétt að mér Snorri að það var kosið þetta í síðustu kosningum og jafnvel það er einhver ómöguleiki fyrir því að sem þó þvælist ekki fyrir nýja borgarstjóra í Berlín að setja reglur þetta. Ég held bara einhvern veginn að óbúslega hræðsla og við svona regluverk og reguleringar að svona mónitora markaðinn og hafa heimil á honum, það er bara einhvern veginn eitur í beinum ákveðin flokks, bara eins og Sjálfstæðisflokksins sem bara vill alls ekki að þessi gerst og vill frekar minnka það. Hér á Íslandi er það sama gerast, auðvitað fjárfestar kaupa upp íbúðir og það er að hækka fasteignaverð og þá í framhaldinu leiguverð. En ég held að menn myndu bara fá áfall ef að það menn er að koma svona á eitthvað svona reguleringu. Er ekki sammála það? Það í þessum kosningum í Berlín þá var eiginlega niðurstaðan svo að þau eru að undirbúa það að bara taka yfir fyrirbrigði eins og Alma og Heimavelli og breyta því yfir í opinber leigufélög. Það er bara, þetta er svo róttækt og ég var að lesa grein í Bandaríkjunum þar sem hefur verið að fjalla hversu hratt svona rentkontról sem getur bæði verið leiguþak en oftast leigubremsa, að fyrirbyggja ómiklar hækkanir, að þetta fer bara mjög hratt yfir. Það er árið algjör vendipunktur frá þróuninni sem að byrjaði með nýfrjálshyggjunni 79-80. Það er algjör vendipunktur í hina áttina þar sem að hvert ríkið og marga borgir eru að taka upp svona aðgerðir vegna þess að það er náttúrulega ekki hægt að lifa í þessum borgum nema að svona stór hluti íbúanna hafi einhverja vernd. Það er við þekkjum bara sögur Dickens og sögur svona landloss í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega ástand sem að samfélögin snerust gegn svona upp úr miðri síðustu öld og það er mjög sorglegt að við séum eiginlega lentin í sama ástandi eftir. Ég held að ég bara því svo framhald þú spyr, heldur að ASÍ geti hugsað þér að fara í svona vegferð. Ég held að svona sterkasta vopnið í svona vegferð það bara í raun og veru verkalýðshreyfingin, hvort sem það eru einstök stéttarfélög eða bara ASÍ eða BSRB eða svona samtök launafólks á Íslandi. Það gerir þetta engin annar held ég, engin. En þurfa leigjendur ekki að hafa sín eigin samtök? Vilborg er nú formaður í samtökum leigjenda. Hvernig er það til dæmis, þú veist þú náttúrulega ekki einkahagi allra en í miðstjórn ASÍ eða í stjórn VR, hvað heldur þessu margir leigjendur þar inni? Heldur þið ekki nauðsynlegt svona, öryrkjar tala oft þetta, ekkert okkur án okkar, heldur það sé nauðsynlegt að leigjendur séu með sín eigin samtök og þau séu sterk? Já, ég held að það sé rosalega mikilvægt. Vegna þess að samtökin auka náttúrulega sýnileika leigjenda í samfélaginu og það hefur bara þegar gerst með því að endurvekja þessi samtök eitthvað svona ákveðnum dásefni og við höfum verið að skrifa greinar og halda virka fundi og svoleiðis og bara vera að hlusta á aðra leigjendur inn á bara Facebook síðum og slíkt. Þannig að með því að leigjendur tali sín á milli og stofni svona hagsmunasamtök þá þetta myndast okkur samtala á milli þeirra og þeir meta bara sína stöðu og spegla sig í hvor öðrum og leita réttar síns. Þannig að samtök eru bara algjör grunnskilyrði þess að staða leigjenda verði bætt og við sjáum það bara með þessari tilkomu þessa félags að
samtaka þá hefur bara umræðan verið þegar að breytast. Þannig að ég held að við getum haft mikil áhrif á umræðina og við erum ekkert að vanmeta okkar kraft þó að þetta réttarstaða leigjenda á Íslandi gæti verið svo langt betri. Bara eins og við höfum farið í gegnum þáttinn þá náttúrulega það þannig að með við hvernig gengur og gerist erlendis bara hvernig og bara hræðsla við regluverk. Þess vegna vildi ég svara áðan að það sem að þykir kannski róttækt, það róttækt að halda hérna úti vilda vestrið. Mér finnst það ígjur, mér finnst það ýkt og sjúkt ástand. Þannig að mér finnst í rauninni það sem að við vorum að boða í greininni, þessi 10 atriði, vera í rauninni alls ekki róttækt. Mér finnst þetta bara sjálfgefin mannréttindi að hér sé leigumarkaðir sem að vilja allir bara hafi húsnæði og þak yfir höfuðið, að það sé ekki bara markað fyrir einhverja braskara til að verða ríkir með tíma. Mér finnst það voðalega skrítið. Þannig að við erum náttúrulega bara líka að reyna að stofna til samtals og ég sé það mikil áhugi fyrir því að bara tala þetta. Við sem samfélag þurfum að tala þetta. Öðruvísi næst ekki einhvern veginn regluverk. Ég meina, leigumarkaðurinn verður aldrei betri heldur en regluverki Ég meina, við þurfum umferðarreglur, við þurfum skólareglur og ég meina það ástæða fyrir því og við þurfum líka bara reglur þennan húsnæðismarkað, annars verður hann bara verri og verri og verri. Var ég sakkaði þinn í þetta? Ég ætla að koma þetta til þín, hvort að leigjendur þurfi að eiga sína eigin samtök eða hvort að þeir getur bara treyst í að verkalýðshreyfingin sinni því. Þess vegna var ég að spyrja hvort að væri allir í stjórn VR sem væru leigjendur? Nei, alls ekki, en þeim eru aðeins fjölgað og það vantar fleiri kannski leigjendur, það ungt fólk það mætti alveg að ásækja vera fleiri ungt fólk í stjórn VR. Ég held að svona samtök séu alveg bara skiptið höfumáli og bæði ASÍ getur auðvitað bara svona lobbya svona fyrir og svona beitt þrýstingi í gegnum kjarasamningana og stéttarfélög eins og VR getur þetta lagt áherslu á þetta í kjarasamningum. En auðvitað viðsemjendun alltaf bara atvinnurekendur en ekki ríkið. En við fögnum sterkum samtökum leigjenda og erum til að eiga samtöl við þau samtök og vinna með þeim og einhvern veginn að veita bæði, bara einhvern stuðning, bæði moralskan og annan stuðning. Ég held að það skipti meginmáli. Við getum rétt að rekka eftir hlutunum en ég held að það þurfa að vera svona sjálfstæð félög. Ég held að það sé svona heillavænlegra og bara eins og ég nefndi á henni í Svíþjóð, það sem eru samtök leigjenda sem í raun og veru eigendur húsnæðis semja við hækkun til dæmis og hver leigan eigi að vera. Það með samningsrétt eins og verkalýðshreyfingin hefur samningsrétt á launamarkaði. Búin að vera, tók langa tíma frá því að fyrstu verkalýðsfélögin stofnuðu þangað til að vinnulöggjöfin sett 1936, að langur tími þangað til að verkalýðsfélögin fengu samningsrétt. Kannski það leið sem leigjendasamtök ættu að fara. Má ég henda á þér, Kolbrún, hefur þú einhverja tilfinningu fyrir svona stöðu leigjenda hér á Íslandi í samanburði við í öðrum löndum? Verðurðu var við það í þínu starfi? Nei, í raun og veru ekki og bara alls ekki. Við náttúrulega bara aðstöðum þá leigjendur sem eru og leigusala líka sem eru hérna á Íslandi að leigja. En við fögnum bara því að samtök leigjenda sé að verða bara svona sterk og flott og bara styrkur í krafti fjöldans og umræðan þetta. Og ég lít bara þannig á að því virkar sem þið eru, því virkar getur við verið og fólk veit meira af okkur og annað slíkt og bara ég hvet alla leigjendur og leigusala sem hefur einhverjar spurningar að hafa samband við okkur. Flott, við ekki, hann líka hvetið fólk til þess að hafa samband við neytendasamtökin, leigjendaaðstoðina, leigjendur.is er síða sem að fræði fólk það sem að þar er í boði og hver réttindi fólks eru. Við getum líka fólk til þess að ganga í samtök leigjenda, það er að gera það með því að slá inn leigjendasamtökin.is. Leigjendur.is er aðstoðin, leigjendasamtökin.is það eru félagið, samtök leigjenda. Það geti gengið í það þar. Á laugardaginn í Breiðfirðingabúð klukkan 2 verða samtök leigjenda með fund. Þar munu meðal annars ávarpa fundinn fulltrúa frá leigjendasamtökunum í Svíþjóð, munu segja frá sinni baráttu og hvernig leigjendur geta með baráttu sinni lækka leigu.
Það verður forvitnilegt að heyra það. Þau tóku mjög vel í erindi samtaka leigjenda að mæta á fundinn. Fögnuðu því að væri að fæðast leigjendasamtök á Íslandi enn á ný, að endurfæðast loksins. Samtök leigjenda í Svíþjóð eru með stærstu almanna samtökum í Svíþjóð. Gríðarlega öflug samtök, verður forvitnilegt að heyra erindi frá þeim. En við sláum botninn í rauðaborðið í kvöld. Við þökkum Vilborgu, Bjarna og Kolbrúnu kærlega fyrir og ykkur sem hafið gefið ykkur tíma til þess að hlusta á þessu umræðu. Og svo hittumst við bara aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verðum við með eitthvað allt annað til umræðu hér við rauðaborðið. Takk fyrir í dag.